haldin þorrablót þegar þú varst ung. Getur þú lýst fyrir okkur dæmigerðu þorrablóti? Það var ekki þorrablót þegar ég var ung. Ég hef verið bara 20 þegar var fyrsta þorrablóti hérna enn í Staðarborg í Breiðdal. Já. Var borðaður súrmatur heima hjá ykkur á hverjum degi, ekki bara á þorranum? Það var ekki borðað á hverjum degi, en það var oft samt borðað þorramatur. Ekki alltaf á hverjum degi, en alltaf á þorran og þá var borðað þorramatur og hangikjöt. Hvaða þorramátur fannst þér bestur þegar þú varst á mínum aldri, eða er það sami matur og þér finnst bestur í dag? Ég borðaði mikið af slátri þegar ég var krakki, en mér finnst eiginlega allur þorramatur góður. Það var náttúrulega ekki hákarl þegar ég var krakki og ekki súr hvalur, heldur bara svona það sem að búið var til úr þegar kindunum var lóga, það var allt notað. Manstu eftir einhverjum sérstökum siðum eða hefðbundum tengdum þorranum sem er kannski ekki lengur við lýði? Já, það er náttúrulega bara ýmislegt, en ég man svo sem gert einu sérstökum siðum heima, nema bara í mat. Og það er alltaf haldið upp á bóndadaginn, þetta var alltaf kallað bóndadagurinn. Það eru til gamla sagnir það að bóndinn hann alltaf að fara út á morgnana og bóndadaginn og fara úr annarri brókaskálminni og hlaupa hringinn í kringum húsið, bara á brókinni. Það var svona gamli siði sem að maður heyrði, en það gerir enginn í dag, en þetta er svona gammal siði sem maður heyrði því maður var krakki. Hvernig var stemmingin í félaginu þegar þorrinn gekk í garð? Var þetta sérstakur tími? Ekki man ég nú eftir því þetta var náttúrulega bara heimilisfólkið og það voru engir sérstakir siðir eins og ég sagði áðan, nema bara í mat. En það var alltaf haldið upp á bóndadaginn samt. Maður sagði alltaf við pabba sinn til hamingju með daginn og svona eins og gerist í dag. Já. Það segir það. Var mikill munur á mat og þorra og öðrum árstímum þegar þú varst ung? Nei, það var ekki. Tókst þú þátt í að vera súrmat? Ef svo hvernig var það gert? Taka þátt í að búa til súrmatinn? Já, við krakkarnir þurftum alltaf að hjálpa til og við vorum að sauma. Mamma var að kalóna vambir eins og var að kalla, þá voru allar vambirnar teknar úr kindunum og setti heitt vatn og svo þurfti að skafa þær og hreinsa og svo þurfti mamma að búa til passlega í keppi sem að slátrið átti að fara í. Og við krakkarnir þurftum alltaf að sauma keppina, kannski 300-400 keppi, þá sátum ég og Kjartan bróðir, við sátum öll kvöld við að sauma keppi. Svo hjálpuðum við mömmu að sauma fyrir keppina og fara með þetta. Afi hann var með gamla tunnu sem var tekin í sundur og hann bjó til eld upp í litlum kofa sem pabbi hafði hestinn sinn í og kjöti var líka reykt í þessum kofa. Og þangað bárum við Kjartan bróðir fullan bala af keppum sem að afi sauð svo í þessum potti. Og svo var slátrið sett í sýru, því að í gamla daga það var ekki rafmagn og þá þurfti að búa til allan mat og setja hann í súrt og allt kjötið var saltað því að það var ekki hægt að geyma í neinum frystir eða neinu. Það þurfti að búa til úr öllum matnum til þess að hafa yfir allan veturinn, til þess að endist allan veturinn. Já. Þekkir einhver gömul þorrakvæði eða vísur? Nei, ég veit bara nú Frostaflónið, það er náttúrulega bara sungið svona þorrablótum og svona við. Já. Finnst þér þorrahefðir hafa breyst mikið frá því að þú varst ung? Ef svo hvernig? Það er náttúrulega allt öðruvísi, það voru svo sem engar sérstakar hefðir þegar ég var krakki, nema þá bara breyting í mat, en núna er farið að halda þorrablót og gera allt mögulegt í sambandi við þorradaginn.
Já. En þetta var ekki þegar ég var krakki, þetta var bara svona venjulegt. Já. En svo ég segi, við krakkarnir tókum alltaf þátt í að hjálpa til við allt sem gert var í sveitinni. Ég ólst bara upp í sveit og þetta var svona. Já. Já. Það erum við búin.